Hingað til okkar kom Jón Hilmar Kárason, gítarleikari með meiru og tónlistarkennari. Okkur langar að forðast hvernig er svona aðventan hjá svona stórgítarleikara á Austfjörðum? Já, hún er skemmtileg. Það er mikil vertíð svona yfir jólamánuðina og svona í aðdraganda jólana. Við erum með stóra og flotta jólatónleika 11. desember sem að Hljóðkerfi Austurlands stendur fyrir. Og þar verða Valdimar og nú man ég nú ekki almennilega Jóhanna Guðrún og fleiri frábæri söngvarar. Og svo eru þetta hefðbundna jólahlaðborð og svona sem að tónlistarmaðurinn er að garfast í. Þetta er svolítið þvælingur allan fjórðunginn eða hvað? Já, ég þvælist alveg á Vopnafjörð og út allt á Breiðdalsvík og þetta er stórt svæði. En hvað með líka tónlistarkennari, hvernig jólatónleika og svoleiðis, hvernig er törnin í því og svona hlæru líka oft nemendur tónskólanna að spila út í bæ? Já, þeir akkurat. Það er líka mikið að gera í tónskólunum og kannski rétt að minnast á samningsleysi tónlistarkennara í því samhengi. Minna aðeins á það, en það er mikil vertíð líka í tónlistarskólanum. Það eru tónleikar í hverjum einasta skóla og svo er verið að þvælast í fyrirtæki og svona ýmislegt í gangi. Mjög skemmtilegu tími. En það hvíslaði að mér lítill fugl að þú er ekki einungis tónlistarkennari í Neskaupstað, heldur kannski bara allt annars staðar á landinu? Já, ég er aðeins að hjálpa til á Vestfjörðum. Ég bý í Neskaupstað sem er austasta byggð landsins og er svo að kenna í Vesturbyggð á Patreksfirði í gegnum internetið sem ég hef verið að prófa mig svolítið áfram með að nota þann miðil til þess að kenna. Og hvernig gengur það? Það gengur bara ótrúlega vel. Þetta er svolítið öðruvísi nálgun á kennsluna en þetta gengur mjög vel. Maður þá bara skipulegja sig aðeins öðruvísi og þetta er svona öðruvísi nálgun á kennsluna. En þú hefur líka verið með staðið fyrir námskeiðum fyrir ungt fólk, ekki? Jú, ég hef verið að gera það. Núna undanfarna vikur hef ég verið með gítarnámskeið á Austurlandi í tengslum við bók sem ég er að skrifa, svona gítarbók sem ég ætla að koma út fljótlega og er að vinna hana. Og svo á veturna hef ég verið með hljómsveitanámskeið Austurlands, þar sem að ungu fólki gefst kostur á að mynda hljómsveit og vinna í svoleiðis pælingum. Skólarnir eru náttúrulega með ákveðin grunn sem ég byggja á, tónlistarskólarnir. Og svo gef ég krökkunum tækifæri til þess að bæði að hitta þekkta íslenska tónlistarmenn og vinna svona í ýmsu sem að við kemur hljómsveitabrasi. En gróska svona meðal ungra Austfirðinga í tónlistinni? Hún er bara mjög flott. Hún er það. Það eru hljómsveitir út allt og bara mjög gott tónlistarlíf og vaxandi. Þú segist fyrir að skrifa bók um gítarleik. Hvaðan kemur þessi merkja í gítaráhugi? Minn? Já. Já. Það er spurning, þegar ég byrja í tónlistarskóla bara 10 ára gamall eða eitthvað og ég hætti af því að mér fannst þetta ekki nógu skemmtilegt. Svo voru bara einhverjir vinir sem voru að spila og þá dróst ég aftur inn í þetta og síðan hefur þetta bara verið ódrepandi einhvern veginn. Bara verið að kenna og spila í yfir 20 ár. Það er nóg að gera. Aðventunni, ég hef með þess að þú veist að fara með söngkonu sem unnum tölvöld með Erlu Vogler á hjúkrunarheimili og dvalarheimili. Já, við ætlum að heimsækja hjúkrunar- og dvalarheimilin á Austurlandi. Ég, Erla Dóra og Þórður sem er organist í Neskaupstað. Og já, við höfum fengið góða styrki frá fyrirtækjum í bæjarfélagunum til þess að standa kostnað af þessu. Svo það er mjög skemmtilegt. Og hefurðu innan valla spilamennskunni, hefurðu eitthvað tíma til að undirbúa jólin sjálfur heima? Já, það er svo sem ekkert svo mikið vesen. Er það? Maður þarf ekkert að vesenast á mikið í þeim. Bara njóta. Hengja upp og svona aðeins pakkinn. Það tekur ekki langan tíma.
Jón Hilmar, takk fyrir komuna, gangið vel. Takk hérlega. Verið velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við erum stödd hérna á veitingastafnum La Brie á Fáskrúðsfirði og hingað til okkar komin Íris Randversdóttir, músaamma. Velkomin. Já, takk. Af hverju músaamma? Það nú bara þannig að já, ég amma og okkur ömmum og öfum gert að kalla barnabarnana okkar múslinga eða míslur eða mís eða eitthvað svoleiðis. Og ég sjálfs geng undir þessu nafni núna vegna þess að ég hef skýrt mig það sjálf í svona litlum pistlum sem ég byrjaði að deila á netinu meðal vina minna. Ég var að skrifa svona ömmu-montsögu sko á netinu og þær urðu svona, já, nutu vinsælda og þær, svo ég ákvað að skjóta bara einn og einn inn alltaf í einu og þar tala ég mig sem músaömmu og það músaafi og svo heita mísnar mínar allar eitthvað. Ég á nefnilega 5 barnabörn sem náttúrulega fallegustu barnabörn í heimi og best og allt það. En já, ég sko í þessum pistlum þá tók ég mig til og í staðis að skrifa nöfni þeirra inn í pistlana að þá gaf ég þeim heiti svona eins og indíánarnir gerðu og þekkist svona frá og þær heita allar svona sikkuru nafninu. Mér að ræða 5 börn og þar 4 stúlkur og 1 dreng og já, þau heita ýmislegt sem kannski kemur spánst fyrir sjónir en þannig að litlar 3 stúlkur búa í sama bæ og ég á Egilsstöðum. Og ég kalla þær systurna músatríó. Þær eru og sprækar og kátar allar og skemmtilegar og dásamlegar. Ég svo hamingjusöm að hafa þær í kundi einu mínum eins og ömmur og afar gjarnan vilja hafa. Maður vill nú helst hafa þau nálægt sér. Og þær heita þessum, já ég kallaði þessum nöfnum í bókinni minni. Svo elsta heitir svo Brúneyða og það var fyrst og fremst að því að ég hef alltaf verið svo veik fyrir fallegum brúnum augum og að því að við vorum öll með grámiklur í minni fjölskyldu sko, þá var svo ægilega fínt að fá svona brún augu inn í fjölskylduna. Svo næsta heitir svo með fiktiputtan. Það var kona lítil manneskja sem þurfti ansi mikið að koma við hlutina og þótti gaman að fikti einhverju. Og ég spurði hann einhvern veginn aðeins og hvort hún væri með fiktiputta. Og við tölum þennan fiktiputta sko og hann á nokkra vini en það svona skiptir einhver máli í kvöndeginu sko. Og svo svo þriðja sem flutti þarna heim í bæinn okkar það leyti sem að þegar hún var rétt að fá, það voru að brjótast 2 tennur upp úr neðrigómnum, hún var svo lítil og hún heitir svo með 2 tennur í neðrigóm. Og það alveg sama þó það sé nokkur ár síðan að þeir fluttu að það er halda ennþá þessum nöfnum. Og svo búa þau 2, sem sagt, handan hafsins, búa í Danaveldi á Jótlandsheiðum, 2 systkin lítil og að sjálfsögðu eru þau okkar fulltrúar, lands og þjóðar þar en kallast músaprinsinn og músaprinsessan og ég hef skrifað þau og sögur og talaði þau sem sagt hirðina og slottið í Horfsens og svona. En þú talar bók, þú ert búin að gefa þessar sögur út í bók. Já, það var mikið ákall það að gefa þessar sögur út í bók, hvenær ég ætlaði að gefa þær út í bók og ég þyrfti eiginlega að lesa þetta inn á disk og eitthvað svona. Ég hef nú stundu verið fengið til að lesa þetta bull. En þannig varð, já, það kom út bók núna, bara rétt fyrir jólin, sem ég þykir náttúrulega óskaplega væntum og ekki síst fyrir það að ég á hann ekkert ein. Þetta bók sem verður til í kringum barnabörnin mín. Ég skrifa bara og mína reynslu og færi náttúrulega í stílinn og svona. En hún líka, hún myndskreytt af mætri konu sem heitir Unnur Sveinsdóttir, listakona. Og við ákvaðum svolítið svona sameiningu hvernig við vildum hafa bókina. Við vildum hafa hana með mjúkum og fallegum myndum og það hún. Og hún eins og mér fannst alltaf þegar ég var krakki, mér fannst svo ægilega fallegt að hafa svona stóran, skrautlegan upphafsstaf í greinum og svo helst átt að vera sko
blúndur undir textum, það fannst mér alveg það alflottasta sko. Svona bækur voru alveg bara sérlega fínar bækur. Og nú svo kemur að þessu fleiri góða konur sko, Ingunn Þráinsdóttir sem með fé og sem sagt, setur hana upp til prentunar og Tara Tjörvadóttir tók myndina af barnabörnunum mínum sem eina raunverulega myndin af þeim sem birtist í þessari bók því að þær eru allar þetta allt saman mís. Já. Og hérna þetta svona svolítið stílfært auðvitað eins og gengur og gerist. Maður verður svona að færa þetta aðeins í lit. En ef við ekki að fá Íris til að lesa hennar sögu? Já, það væri ekki verra. Já, þið verður bara að taka hana eins og hún sko. Þetta náttúrulega, þetta bara mín upplifun og ég skrifa frá mér og mínu hjarta. Og þetta gerist þessi saga þegar að þau gista hjá mér 4 eina nóttina. Og svo þarf að fara að svæfa náttúrulega, allir þekkja það. Og músabænahald hefst þegar amma og prinsinn liggja saman undir sæng og svo gamla stríkur eða klórar silkiskinnið á bakinu og gullinu sínu. Músaprinsinn stynur, amma, syð faðir vor. Og músa amma, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Já, ekki að segja svona, þá að segja Helgi Sævars þitt nafn. Ok, Helgi Sævars þitt nafn. Gef oss í dag vort daglegt brauð og þá ekki að segja daglegt brauð, bara brauð. Nei, það, segir svo gamla og reynir að malda í móinn. Já, maður segir bara brauð. Mamma mín gerir það alltaf. Ha, það, segir amma. Já, og ég sakna hennar og vil að hún komi hingað. Eigum við ekki bara að hringja í hann á morgun? Jú, í fyrramálið. En amma klóraði baki aðeins meira og svo dettur hann allt inn út af. Og músa amma eins og aðrir fullorðnir, heyrir ekkert fegurra en reglubundin andardrátt sofandi bass og sér ekkert fegurra en fullkomlega afslappaða andlitsdrætti og sólbrúna vanga lítilla sofandi músabarna. Og núna sofa 4 slík í ömmuholu. Hægt að vera ríkari? Þá kemur bara blúnda. Þá kemur blúnda sem lokar þessu. Fallegt. Já, mjög flengt. Hvað finnst barnabörnunum þetta? Litlu músunum. Þeim fannst þetta mjög skrítið. Þau héldu að þetta væri ekki, nú gefin upp nöfn og alls konar leyndamál. Og svo með fiktiputtan, hún setti aðeins, amma, akkur segirðu frá þess? Þú ert svo með fiktiputtan. En þau voru fljóta að staðsetja sig á forsíðinni hérna á myndinni sem hún unnuteiknaði að mér með þeim sko. Og nú ekkert svoleiðis að það sé verið að sitja og dútla sig við að lesa heima hjá mér sko. Það bara verið að baka og föndra og vesenast. Þannig að það ekkert endilega rólega stundir. En það var gaman að eiga svona sæta mynd af sér með þeim. Já, ég ekki trúi það. Og þetta gjöf mín til þeirra. Þeir fallega gjöf. Íris, við þökkum þau kærlega fyrir komin í föstudagsþáttinn og við vonum að fá fleiri músabækur. Já, takk fyrir sömuleiðis. Takk kærlega.